Góðan daginn. Ég og Anna, við erum á leiðinni niður í Fjörð, heilsugæsluna. Hún að fara eins á skoðun. Þið komið með. Tekur á að labba þetta. Hæ. Ja, þá erum við komin. Fjörður. Tjekkum á þessu. Það var það búið, gekk ótrúlega vel, hún hefði 2 sprautur, grét ekki neitt. Litla músið. Nú ætlum við að fara að koma okkur aftur heim. Þá erum við komin heim og eins og sjáuð þá Anna byrjuð að labba. Anna, komdu! Komdu! Það tókst hún vilja labba til okkar. En gekk ótrúlega vel í skoðuninni. Hún sjáðu hana. Svo dugleg. Anna Björk. Já. Já, það gekk mjög vel. Hún þegar hún byrjaði að hreyfa sig, þá missti hún kurvu. Þið sem börn viti hvað það þýðir. Hún féll niður, var að léttast. En hún byrjaði að halda því og allt lítur vel út. Hún fékk 2 sprautur. Man ekkert hvað það var, en þetta hvað sá hún? Þetta eru sprautur sem hún búin að fá þar áður. Hún fékk 2 sprautur núna, en þegar hún var minni með 5 mánaða, þá fékk hún eina af þessum sprautum og svo þegar hún var 8 mánaða minni með, fékk hún hina sprautuna. Núna fékk hún báðar. Og hún bara þokkalega góð, sko. Hún bara þokkalega góð. Anna, komdu! 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 Anna, komdu! Komdu! Heyrðu! Anna Björk! Tjekkum á þessu. Anna Björk! Hæ? Góðan daginn. Hæ. Ertu vaknuð? Já. Hæ. Hvað segirðu? Alltaf þegar við löbbum heim, eða löbbum í leikskólann, þá þarf hann alltaf að hlaupa þetta. Veit ekki af hverju, en bara svona segur. Hérna líka. Já. Hæ. Við erum að skoða vatnið. Já. Herra, núna það að koma vetur, þá langar maður að kíkja aðeins á ofnana. Þessi hérna ofn hefur aldrei virkað og verið heitur. Þannig ég ætla að prófa að setja hann í heitt og athuga hvort að eitthvað gerist. Ég held að það gerist ekki neitt, en sjáum hvað gerist. Þú voru að passa, þetta er mjög heitt. Þetta, ég verði að viðurkenna að þetta svín virkar. Það lefa hann bara aðeins að renna, það er komin alveg smá glögg núni. Þú að lefa þess að vera í smá stund og hann er alveg orðinn. Hann er heitur hérna, hann er heitur hér, en hann er ekki heitur hérna niðri. Þannig ég ætla að lefa þess að rúlla aðeins, sjá hvað gerist.
Þessi ofn hefur aldrei virkað síðan að við keyptum. Það ár síðan. Allt í lagi, Anna mín! Virkilega skrítið. Ég er búinn að leyfa þess að rúlla, renna í gegn alveg dágóðan tíma. En hann hitnar bara hérna uppi, hann er ískaldur hérna niðri. Sjá hvað gerist. Hérna, ég ætla að fara á annan ofn sem er undir stiganum og hann hefur aldrei virkað. Og ég ætla að sjá hvort að þetta virkar á hann. Ofnin undir stiganum. Það er þessi hérna. Og ég ætla að athuga hvort ég geti gert eitthvað. Ég get ekkert gert í þessum ofn út af því að ég er ekki með svona lykil til að vesenast þarna í þessu. En já, þannig að ég er voða lítið að fara að halda áfram með þetta verkefni. Hvað viltu? Ég vil segja að það er komið matur. Komið matur? Já, það er bara þetta matur. Já, þá er ég farin að græða kvöldmat. Það eru franskar. Það eru venjulega franskar hérna ofan í núna. Veit ekkert hvort að þetta sé rétt hjá mér að setja þetta járn. En allavega það eru venjulega franskar hérna. Svo eru sætakartöflur. Svo ætlum við að vera með 2 hamborgara fyrir strákana. Svo erum við með kjúklingaborgar fyrir mig og aðeins. Eða ef strákarnir vilja éta þetta, það skiptir mig engum máli. Ég borða bæði og ætla ég að grilla bæði kjúklingaborgarinn og hamborgarinn. Er ég búinn að kveikja á grillinu. Komið 20-50 gráður. 50 gráður, lefum að hitna aðeins meira. Já, annars er þetta bara frekar rólegur dagur. Gat voða lítið gert á meðan Anna var vakandi, þá var maður að snúðast í henni. Búinn að kíkja á ofnana sem ég get kíkt á og finnum maður að það er búið að hitna á töluvert inni. Fyrir að styttast í að strákarnir fara að lúlla. Þeir basically borðuðu kvöldmat, henduðu þeim í sturtu eða bað, þeir með að ráða hvor þeir fara í. Svo verður leikið smá og svo verður farið upp að lúlla. Já, ég veit ekki hvort það verði eitthvað mikið meira í dag, en það kemur ljós. Já, þá erum við búin að fá okkur að borða. Spilum við eingöngu á plan. Ætlarðu að segja góða nótt? Góða nótt. Benjamin, ætlarðu að segja góða nótt? Góða nótt. Anita, ætlarðu að segja góða nótt? Góða nótt. Þannig að ég ætla bara að enda þetta bara núna, bara taka aðeinslega fyrir ára við myndu. Þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Sjáumst á morgun, njóta lífsins. Bye bye.